En ekki eins óhollur. Minnst okkar kannski, ég veit ekki hvort það hægt sé að tala mikið sykur sem holla matvöru eða innihaldsefni eða hvað. En Steinar Aðalbjörnsson, næringarfræðingur, sestur hérna hjá okkur, komdu sæll og velkomin. Takk fyrir það. Hvað segir þessa hluti? Bara við byrjum á sykrinum, rásykri og hvítum. Fyrst alveg langar mig bara til að segja að þessi úttekt hans Ólafs er mjög góð og ég samþykki allt sem hann segir þarna, en það er lett, við erum kollegar og höfum svipaða skoðun á þessu. Eru næringarfræðingar yfirleitt alltaf sammála þetta? Nei, alls ekki, en varðandi þetta alveg klárlega, sko. Þannig, en varðandi sykurinn, sko, þá er þetta alveg rétt að þessi, hvað segir maður, þessi hömpuna og mismöndi sykurtegundum, hún er ekki byggð á vísindunum og ef maður kíkir á næringarreiknihald, rásykurs og annars sykurs, og þá er þetta alls saman mjög svipað. Þannig eins og Kolla segir náttúrulega aðalatrið er að stilla magnin í hóf. Það er það sem að skiptir öllu máli. En við búum bara í þannig samfélagi og það er verið að reyna, það er allir að reyna að skapa sér ákveðna sérstöðu og oft á tíðum fer þetta á stað, sko, að einhver reyna að selja eitthvað. Segir einhver ákveðna hluti og reyna að selja eitthvað. Þannig að við verðum bara aðeins að rýna í það. Já, vera pínu gagnrýnir. Já, algjörlega og eins og ég hef svo oft sagt að við verðum að skoða hvað liggur að baki, eru vísindarannsóknir. Við Heimir, við höfum ofta alveg það að mikilvægt að sé á rannsóknir sem að styðja baki það sem maður er að segja. En það er þetta svona æði sem gengur yfir, hefur kannski ekki alveg nýtil komið, en það er einmitt varðandi mataræðið að nota frekar rásykur heldur en sykur, nota agavesíróp, nota spelti. Það reyndar ég sé ekki svona fljótubræði fjallaði sérstaklega um agavesírópið, en það er svona nota til að sæta matinn. Hvernig er það svona samanborið til þessu annað síróp? Ég sko, ef við tökum bara agavesírópið samanborið við notkun á sykri eða sætuefnum og til dæmis hunangi, þá er agavesíróp, það er sætara. Þannig að þú þarft í raun og veru kannski ekki nema helmingin, kannski 1/3 af því sem maður myndir annars nota til að sæta vöruna. Þannig að því leitinu til er agavesírópið gott, en að öðru leiti er þetta bara sykur. Það hefur að vísu lægri sykurstöðul, þannig að það er raun og veru keyrir sykurinn upp í blóðuna hægar og getur þar að leiðandi að hentað fleirum, fólki til dæmis, eða betur fólki til dæmis sem er með sykursýki, en sko næringarinnihald agavesíróp er ekkert betra og sykur, sko, hitaeiningamagnið per einingu, það er að segja, ef við erum að bera saman per gram, þá er það í raun og veru mjög svipað, eins og ég sagði áðan, það þarf að vísu minna því að það er sætara. Þannig að því leitinu til er þetta gott, en þetta er enn og aftur svona ákveðin markaðsetning sem hefur tekist bara hreinlega mjög vel. Þannig við þurfum að hafa í huga að nota agavesíróp í staðinn fyrir eitthvað annað sætuefni, nota minna, annars erum við með alveg búa til eitthvað dísætt. Já, það er kosturinn við það, klárlega. Já. Svo er það speltið. Sko, speltið er hveititegund og gömul hveititegund og hún er ekkert betri eða verri en aðrar hveititegundir. Við verðum kannski að líta þetta í öðru samhengi heldur en þessu. Það er hversu gróft er brauðið. Við getum verið með speltbrauð sem er ekki mjög gróft. Við getum verið með venjulegt brauð sem er ekki mjög gróft. Og þá erum við að sjá að næringarinnihald er ekki eins og við viljum hafa það. En aftur á móti, ef við erum með gróft brauð og gróft brauð, speltbrauð, þá erum við að tala um mjög svipaða hluti og bæði spelt og aðrar hveititegundir, það er innihalda glúten sem að menn eru ofta að reyna að forðast. Þannig að það er engin munur þarna. Sko áhugi fólks á því að vanda sig við að borða, ef getum orðað svo. Hann hefur aukist töluvert undanförnum árum. En enga síður þá skilum við að það auðvitað hvað fólk getur orðið ruglað í þessu öll saman. Já, ég er alveg sammálaður og sem betur fyrir fólk að það er ákveðin vakning í gangi en sumir nýta sér það til þess að svona þrönga vörum upp að fólki eða að fólki og það er bara eins og það er. En vantar okkur þá eitthvað eftirlit með slíkri markaðssetningu á Íslandi þar sem að mönnum er því gert bara hreinlega skylt að geta staðið við það sem þið segja í slíkum auglýsingum eða er slíkt eftirlit nóg? Já, mér finnst að það mætti allan að krefja þegar eru ákveðnar fullyrðingar vörurnar, það mætti krefja framleiðendur stuðning, rökstuðning, en það er ekki. Og manni finnst stundum eins og það er náttúrulega bara eins og það er, mann er náttúrulega að passa sig hvað maður segir, en sko, svona er þetta bara hjá okkur eins og þetta er, og mér finnst stundum neytandinn
vera látin blæða pinnu fyrir þessa markasetningar. Það vera svona blöff okkur. Já, svona flest viljum við trúa því sem að sko okkur sagt í þessum efnum. Já, algjörlega. Ég vona að fólk sé að trúa því sem ég er að segja. Já. Nei, já, nú við þegar að verða að auglýsa og selja og svona, við höfum tilhneigingu til þess að trúa því sem verða að tala um. Sérstaklega menn þykjast vera að bakka hluti upp með einhverjum staðrendum í vísindalegum staðrendum svo fram. Já, það er máli og svo segja menn kannski í auglýsingu líka að þetta sé byggt á þessum vísindunum og svo kannski ekki á allra færi að rýna almenn í það en þess er svo mikilvægt að fólk leiti sér aðstofar hjá þeim sem að eiga allan að þykjast vitum þetta. Áttu einhverja svona þumalputtareglu fyrir okkur ef við förum inn í bakari og ætlum að kaupa brauð? Kaupa brauði sem ykkur langar í en borða ekki mikið af því. Það er svo einfalt. En ég er með annar ráð fyrir ykkur. Ég veit að þið farið út að borða og farið á hamborgarstaðin og svona. Að þið verum að tala um mýtur og svona. Ég skal segja ykkur hérna góða leið til þess að snar minnka hitaeininga neysluna þegar þið farið út að hamborgarstaðin. Ég er bíspendur. Það er ekki? Þetta er rosalega vísinda bak við þetta. Það er að kaupa ekki franskar en stela frá þeir sem kemur með þér að borða. Já. Aha. Stela franskunar. Eða kannski byrðu leyfi. Nei, bara stela. Það er mjög skemmtilegur þannig. Það pottir þið fá ekki eins margar hitaeiningar í þessari hamborgarmeldi. Og heldur ekki sá sem er að borða með ykkur fækki aðeins hitaeiningar. Og sparaði pening. En kannski eitt samt að lokum að því við verðum alltaf að passa þess að við setjum ofan í okkur og við erum að borða nú líka mikið af grænmeti og ávöxtum. Það er alltaf líka verið að tala um þessar lífrænt ræktu afurðir sem eru mun dýrari í verslunum. Er eitthvað sannað að þær séu betri heldur en hinnar? Nei, í raun og veru ekki, en það fer svolítið eftir hvernig við lítur á hugtakið betri. Sumar eru betra bragðið, það eru bragðsterkari. En það er búið að rýna margsinnis í næringarinnihald, lífrænna vara samanborið ekki lífrænna vara. Og næringarinnihaldið er mjög líkt. Það er ekki mikill munur þarna milli. En það sem er að ávinnast með lífrænni ræktun er kannski annað og meira og það skiptir líka máli. Það oft á tíðum eru auðveldar að vita uppruna lífrænna vara, það er skráð betur og svo framvegis. En við megum ekki gleyma til líka að getum við, og nú spyr ég bara, getum við brauðfætt heiminn ef að allir myndu fara út í lífrænt mataræði? Ég spyr. Af því að þetta tekur miklu meiri tíma og við verðum bara líka að spyrja okkur að öðru, sko, erum við tilbúin til þess að borga ef að lífræn ræktun er þið algengari, erum við tilbúin til þess að borða eins og þú í að kolla hærra verð af því að það er tilfelli. Það getur orðið til þess að við bara borðum það minna þessu. Þetta er bara dýrari ræktun. Já, reyndar að því þú segir það, þá kannski bara ágætt að við borðum minna en fyrir aðra heldur en vestræna þjóðir þá er það ekki að borða minna, það er að borða meira. Steinar Albjörnsson, kærar þakkir fyrir komuna.